stefnu félagslega velferð þetta að tryggja ber efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi allra íbúa landsins í samræmi við samninga Sameinuðu þjóðanna. Og þá stendur í greinargerð að svona almennt séð þá þetta nýtt ákvæði í stefnu Pírata ef þetta verður samþykkt og frumkvöðl að þessari setningu Halldóra Mogensen sem náttúrulega mikil velferðarmála manneskja og starfandi á þingi mikið í þeim málum. Og í greinargerðinni þar tekið mjög almennt á þessu að allir eiga rétt á mannsæmandi tekjum í auðugu landi og efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi eiga verið í samræmi við alþjóðasamninga þar Það skal vera óháð uppruna eða stöðu hvers og eins landsbúa. Þannig að þetta ekkert útskýrt meira í greinargerðinni, bara við ætlum að fylgja stefnu Sameinuðu þjóðanna í þessum málum. Viljið einhverju við bæta? Nei, þetta mjög góð tillaga. Já. Það snyrtilegt sko. Og ég reyna að gera svipað og nefnir hérna tryggja efnahagsleg réttindi fólks, það var markmiðið með minni tillögu. Já, sem aðeins neðar, já. Já. Þannig að við komum í hann á eftir. Já. Þannig að liður númer 2 í stefnunni að tryggja þarf að allir íbúar landsins hafa aðgang að félagslegum stuðningi, heilbrigðisþjónustu, íbúðarhúsnæði og menntun við hæfi. Þetta svona almennt þessar grunnstoðir sem við teljum að velferðin byggja á og þetta svona samtíningur úr öðrum stefnum. Þetta kom ekki fram svona orðað í neinni stefnu hingað til og svona mjög almenns eðlis, vísar svolítið leiðina yfir í næstu atriði í stefnunni. Þannig að 3. stefnuatriðið að lögfesta skal lágmarks framfærslu viðmið fyrir alla íbúa landsins. Búa. Já, þannig að búa þarf að fara burtu. Íbúa landsins búa. Já, bara smá prentvilla, en íbúa landsins. Og þetta orðrétt úr gamalli stefnu frá okkur og í greinargerðinni þar gott ef það var nokkur greinargerð þetta. Það ekki víst sko, það voru ekki greinargerðir við allar stefnur. Allra fyrstu stefnur Pírata, þær voru ekki með greinargerð. Þetta var svo mikið hjartans mál, það þurfti ekki að skrifa það niður. En svona í þessari stefnu þá stendur í annarri málsgrein í greinargerð: ríkið þarf að tryggja félagslega velferð þeirra sem að minna mega sín, hvort sem það eru ólögráða einstaklingar eða fólk með skerta starfsgetu eða örorku. Slíkt uppbyggilegt fyrir allt samfélagið. Þá þurfa yfirvöld að draga úr húsnæðisskerðingum og tryggja fjárhag við mat á örorku fólks með skerta vinnugetu. Þarna komin í greinargerðina eitthvað þetta ákvæði númer 3 og svona undirbúningur fyrir ákvæði sem koma núna á eftir, sem til dæmis að einstaklingar sem hafa þörf fyrir sértæk meðferðarúrræði eiga geta fengið slík úrræði sem hluta af heilbrigðisþjónustu. Og einstaklingur sem hefur þörf fyrir stuðning vegna fötlunar sinnar á rétt á notendastýrðri persónulegri aðstoð, NPA. Og þetta ákveð alveg sérstefna hjá Pírötum og greinargerðin með þessu ákvæði svolítið viðamikil og kemur fyrir neðan. Þið stoppið mig bara ef ég að fara eitthvað óskipulega eða hratt yfir sko. Og þá bara orðrétt úr greinargerð með sem að þá fellur inn í þessa stefnu með eldri stefnu NPA. Það svolítið langloka en hún útskýrir mjög vel af hverju NPA nauðsynleg, notendastýrð persónuleg aðstoð.
Á ég að lesa þetta allt eða vil ég lesa þetta á skjánum? Þetta er, ég veit ekki hvort við eigum að eiga nokkuð við þessa greinargerð, af því að þetta útskýrir allt saman og er nú þegar samþykkt. Það má kannski á síðari stigum seinna meir stytta eða bæta textan. Nú eða þegar að NPA er komið í fullt gagn á Íslandi þá má kannski taka þetta úr stefnunni. En ég held að það sé ekki. Það er eitthvað búið að gera einhverja þingsályktanir og samþykktir, en ég veit ekki til þess að þetta sé komið í fulla framkvæmt og hefur mitt heyrt að hjá sveitafélögum þá eru þessi loforð kannski oft, þau fylgir ekki fjármagn og þá gerist lítið. Þannig að NPA er allavega hluti á stefnun okkar og það var atriði númer 5 í stefnunni. 7. atriði er stórt hjá Pírötum. Vímuefna misnotkun skal meðhöndluð sem heilbrigðismál með afglæpavæðingu og skaðaminnkun að leiðarljósi. Þarna er búið að setja stefnu sem var með 3 eða 4 liðum vímuefna stefnu Pírata í einn lið. En greinagerðin með fyrri stefnunni, hún fær að halda sér þá hérna núna. Þannig að það kemur í greinagerðinni nánar vímuefnamál og síðan öll greinagerðin með fyrri stefnu, sem er nokkuð ítarleg útskýring á því af hverju við viljum hafa þessa stefnu. Og við má benda á þá líka er í greinagerðinni fjallað sem sagt að kanna möguleikana á regluvæðingu, sem er basically annað orð yfir það að heimila, en þannig að sé regluverk í kringum það. Það var, í gömlu stefnunni okkar var það liður, alveg sérstaklega liður að kanna það, ekki endilega að gera það, en að kanna það. Sér í lagi í ljósi tilraunanna í Bandaríkjunum, Úrúgvæ með Kanada með að heimila kannabis. En það er ennþá í stefnunni, það bara kemur fram í greinagerðinni að kanna það. Og nýtist þá kannski þingflokknum eða þá kjósendum sem vilja lesa stefnunnar okkar hugsanlega betur ef þau nenni að lesa í gegnum greinagerðina. Það náttúrulega er annað í þessu með að vera sameina þessum 104 stefnur niður í ferri, er að bæði að þingflokkið og borgarfulltrúarnir og bæjarfulltrúar, ef við fáum fleiri svoleiðis, geti nota stefnurnar og gripi í þær þegar þau þurfa að halda, og líka að kjósendur og þeir sem vilja fylgjast með hvað Píratar er að gera geti séð þetta ekki í 100 pökkum heldur í 10 eða 15. Og Fjölmiðlar, já, bara hver sem er. Útlendingar líka með þetta. Nei, þetta er ekki á útlensku. Þannig að þessi greinagerð með 7. lið vímuefna misnotkun, hann er þá óbreytt greinagerð frá fyrri stefnu. Að megin uppistöðu, sko, hluti af gömlu greinagerðinni snerist svolítið ástæðan fyrir því að verðum að setja þá stefnu. Já. Þannig að það var svolítið umfjöllun gömlu stefnuna, ég tók það bara út. Sá hann ástæðu til að hafa henni. Það gaf ekkert meira upplýsingar. Já, og nýtist ekki við neitt frekar. Þannig að þá er það 7. liður. Bjóða skal fólki með skerta starfsgetu eða örorku upp á frístundamöguleika, menntun og heilbrigðisþjónustu eftir þörfum og stuðla að því að þeim standi til boða fjölbreytt atvinnutækifæri eftir getu. Þarna er búið að setja heilmikið texta og nokkur atriði úr fyrri stefnum í einn lið sem gengur út á það að fólk með skerta starfsgetu hafi ákveðin grunnréttindi. Síðan er í greinagerð, þar er, hvar kemur þetta fram? Þetta kemur aðalega fram í greinagerð sem að var með stefnunni hvað er þetta hérna? Endurhæfingar og örorkulífeyri, það er gamla stefnan. Þannig að þetta er kannski ekki alveg nógu vel útskýrt í þessum hluta greinagerðarinnar, nema í
í almennu greinagerðinni efst að ríkið þarf að tryggja félagslega velferð þeirra sem minna mega sín, hvort sem þeir eru ólögráða einstaklingar eða fólk með skerta starfsgetu eða örorku. Þannig að það er mjög almennt orðað, það er ekkert farið mjög sértækt ofan í þetta í greinagerð. Og spurning hvort að þess þurfi. En ef þið hafið hugmyndir, þá bara gott að koma með þær á framfæri. Við höfum nefna í sambandi við þarna kaflan endurhæfingu og örorkulífeyri. Ég breytti aðeins orðalaginu þar. Ég reyndi að breyta ekki þýðingunni, en ég breytti aðeins orðalaginu þannig að það fannst mér skýrara. Já. Það var svolítið, mér fannst það óskýrt og svona orðað mjög undarlega. Það var svolítið erfitt að skilja það, fannst mér. En titillinn á þeim kafla í greinagerðinni, nánar endurhæfingar og örorkulífeyri, er kannski svolítið misvísandi af því það er ekki talað hann, jú það er talað hann í 8. lið reyndar. 8. liður er þá að bjóða skal fólki með skerta starfsgetu eða örorku upp á skilyrðislausan örorku og endurhæfingarlífeyri ásamt félagslegri þjónustu við hæfi. Það er þá viðbót við 7. lið, það sem er að bjóða þeim upp á frístundamöguleika, menntun, heilbrigðisþjónustu eftir þörfum. Þarna er skilyrðislaus orka og endurhæfingarlífeyri við hæfi. Og þá er kaflinn í greinagerðinni endurhæfingar og örorkulífeyri. Hann fjallar þá meira 8. grein heldur en 7. Þetta er alveg, svo ég segi svona almennt, greinargerðir eru oft, þær eru ekki staðlaðar og sérstaklega hafa þær ekki verið staðlaðar hjá okkur í Pírötum. Það er spurning hvort við ættum að vera með þær staðlaðar, eins og er í lagafrumvörpum og svoleiðis. Það er tekin lið fyrir lið í greinagerð, oft, yfirleitt kannski, og útskýrt hvað hver liður þýðir. En það er spurning hvort við ættum að taka upp svoleiðis verklag. Þannig að engin liður verði út undan, óútskýrður. Ég veit það ekki. Það er mjög misjafnt, í minni málum og þingmannamálum, þá er yfirleitt ekki hverja grein, Þá er yfirleitt bara svona mjög svipað þessu. Já, ok. Tekið svona umræðefni og þau útskýrð. En sérstaklega stærri lögum og sem eru með fleiri en 5 ákvæði. Eða þau eru bara basically ef það þarf að útskýra mikið með þau. Og sér í lagi stjórnarfrumvörp, þá er yfirleitt svona greinagerð hverja grein, Ég held að það sé best að hafa það bara eftir atvikum, Já. Ef við værum að gera stefnu alveg frá grunni, þá finnst mér að við ættum að gera það við þessa. Við mistum þetta alveg sleppa á þess. Já, af því að sumt af þessu er bara ekkit, þarfnast ekki frekar útskýringa. Það er svona mjög einföldar stefnur hugmyndir, Þannig að 9. liður er þá ríkið skal greiða allan kostnað við mat og örorku og endurhæfinga þörf. Var þetta ekki nýr liður sem einhver stakk upp á? Nei. Þetta kemur úr gamalli stefnu, já. Þá er það í rauninni ekkert mikið það að segja að þetta kom úr gamalli heilbrigðisstefnu, já. Og þetta er náttúrulega réttlætismál að fólk þurfi ekki vera að greiða fyrir athuganir á því hvort að eigi rétt á ríkisstyrkjum. Eins og örlítil tilhneiging hefur verið til að senda fólki gegnum læknakerfið og fá síðan kannski ekki endurgreiðslu af því að það var ekki tilvísun eða whatever. Og þá er þetta góð viðbót að ekki vera að klína þessu yfir á fólk. Fólk með örorku og endurhæfingarþörf yfir fólk sem hefur kannski minnst efni á því að taka þennan kostnað á sig. 10. Dregið skal verulega úr eigna- og tekjutengingum til skerðingar húsnæðisbóta öryrkja. Þetta er nýtt ákvæði. Já, þetta kom ég með. Já. Það sem er í þessu er að þetta snertir ekki bara öryrkja, heldur raun allt lágtekjufólk á leigumarkaði sem þarf bætur upp í húsaleigu og þetta eru mestu skerðingar sem ég sé hingað til
En menn hafa ekki kynnt sér þetta vel og nánast enginn sagði neitt. Já. Það var bara rétt minnst á þetta útvarpissögu en ég held að yrði allt vitlaust þar. Svo fattar maður þetta kannski ekki í fljótu bragði þegar maður les lögin þetta. En ég benti Smára McCarthy á þetta á Alþingi og hann fór strax að kynna sér þetta og hann kominn dálítið vel inn í þetta. Og ég var svona aðalega að vonast til að vekja athygli á þessu. Þetta breytist trúlega ekkert. Smári hélt að það væri lítil stemning til að breyta þess á þingi núna en hægt væri kannski að vekja athygli á þessu og mögulega með nýju frumvarpi en það væri kannski betra að ræða þetta í nefndum. Og ég hugsi þurfa að vekja athygli á þessu eins og ég mögulega get bara alls það sem ég get. Tala aftur við lögfræðing hjá Öryrkjabandalaginu sem var alveg sammála mér og athuga hvort ég get ekki talað við einhvern hjá félagi eldri borgara og stéttarfélögum og kannski skrifa einhverja greiningu á afleiðingunum af þessu og prenta út og koma til þeirra. En þessi hjá Öryrkjabandalaginu taldi að það þyrfti trúlega að láta reyna á þetta fyrir dómi. Ég mundi ekki hvort einhver var að vinna í þessu hjá þeim núna og þeir hafa nóg annað að gera. En þetta snertir ekki bara öryrkja. Nei, en á síðasta fundi þá var Alexandra Brím með okkur og hún hjá Reykjavíkurborg og hún hafði svolítið, ef ég man rétt, áhyggjur af því ef við farum að setja á öryrkja og nefna láglauna fólk líka þá erum við ekki með neitt, lágtekjufólk svo óskilgreint hugtak en á meðan að öryrkjar eru nokkuð fast í hendi. Og þannig að við ákváðum á síðasta fundi að hafa skilgreint þetta við öryrkja á þessari stundu núna. Kannski þá til að ýta málinu af stað, sko. Já, en sko ef það var hægt að koma á einhverjum breytingum það, þá myndu þær þá bara varða öryrkja. Þá spurning með fólk á lágmarkslaunum, fólk með lítið meira, eldri borgara sem á leigumarkaði og það í rauninni í nýja húsnæðisbótakerfinu, þar eru þessar skerðingar og það það sem ég hef verið að benda á. En hvernig best að orða þetta í velferðarstefnunni, það svo spurning. Já. Ertu með tillögu að breyta þessu eitthvað? Nei, ég hugsa sig kannski best að láta þetta standa. Ef það eitthvað erfiðar að nefna þetta með tilliti til alls lágtekjufólks, þá kannski best að láta þetta standa bara á öryrkja. Í 8. lið þá kemur svolítið almennt fram að það eigi að bjóða upp á félagslega þjónustu við hæfi. Já. Þannig að allir sem hafa skerta starfsgetu og örorku þá. Já. Þetta er svona einskorðað svolítið við þá sem hafa mestu þörfina, allavega skilgreinda þörf. Já. En svo eru þeir sem eru í lágtekju og svoleiðis og það er oft erfitt, minnir mig að hafi komið fram á síðasta fundi, að afmarka það. Já, já. Þú ætlaðir að segja eitthvað, Pétur? Ég ætlaði bara að segja að það er ekki mikið komið fram í öllum stefnunum eldri borgara. Og þú segir að þetta hefur líka áhrif á eldri borgara. Nú eru eldri borgara líka mjög afmarkaður hópur. Já. Hvort að eldri borgara ætti að vera öryrkja og eldri borgara? Það sem við á. Ellilífeyrisþega meina ég. Því að nú er ekki allir eldri og ellilífeyrisþegar sem eru að fá húsnæðisbætur. Nei, en þá myndi þetta bara vera yfir þá sem að fá húsnæðisbætur. Það hljóta að vera einhverjir, sko. Mjög líklega. Ég að fá húsnæðisbætur og ég velta fyrir mér, getur maður eitthvað séð hvort að séu einhverjar skerðingar. Ég hef ekkert hugsað það. Mér finnst ég fá ágætar húsnæðisbætur, sko. Við gætum bætt aftan á 10. lið. Dregið skal verulega á regna og tekjutengingum til skerðingar húsnæðisbóta öryrkja og annara sem þess þurfa. Bara hafa það almennt, þannig að Já, það verður kannski hugmynd. Já. Má ég að bæta því við? Eru þið svona stemt fyrir því? Ég fíla það ekki. Þú fílar það Það ekki? er engin ástæða af hverju ég fíla það ekki. Bara
Mér finnst það einhvern veginn. Prófa að pikka það inn, sjá hvernig það lítur út. Hvernig er að strika bara út öryrkja? Bara skerðingar húsnæðisbóta eða öllu heldur bóta upp í húsaleigu. Það þyrfti eiginlega að vera þannig. sem fyrra þurfa, sem Já, það er til þeirra sem þess þurfa. Þetta er hugmynd. þá er þetta bara opið fyrir alla sem eru í þessum aðstæðum. Já. Já. Svo er samt eitt í þessu. Húsnæðisbætur. Það eru þessar venjulegu húsnæðisbætur sem menn fá Já. í nýja húsnæðisbótakerfinu, en svo er sérstakur húsnæðisstuðningur. Já, sem skertur líka. Nei, já, hann getur verið skertur líka. Þá er spurning hvort það ætti að tala skerðing bætur upp í húsaleigu frekar en bara húsnæðisbætur, svo tekið sé tillit til beggja. Bóta til húsaleigu, eða vegna Upp í húsaleigu. húsaleigu bara. Dregið skal verulega á reikna Eða húsnæðislega, nei, hvað segir maður? Bara Vegna húsaleigu. já, bóta vegna þetta húsaleigu, er- það er. já. Það er En á það, já. En býttu stuðningur er ekki endilega bætur. Þú veist, bætur er eitthvað sem að... Já. Reyndi að vera í annarri stefnu hjá okkur, þar átt að afnema hugtakið bætur. Það var einnig eldri stefnum. Já, ég er ekki hrifin að því þegar fólk vil stríða einhver orð, sko. Já, Það breytir einhver. það var bara dregið skal verulega úr eigna- og tekjutengingum til skerðingar vegna húsaleigu. Sleppa þessu bóta. Skerðingar vegna... Hvað með til skerðingar... Til skerðingar aðstóðar við húsaleigu. Eða aðstóðar vegna húsaleigu. Fjárhagslegar Það er aðstoðar. óháð því hvort eru bætur eða styrkur eða hvað, sko. Já, skerðingar fjárhagslegar Fjárhagslegar. Það er náttúrulega kemur hérna fram eigna- og tekjutengingum sem segir að þetta sé fjárhagslegs eðlis. Já, en þú veist, það er alveg hægt að hafa þér í þessu tegundir af aðstóð, sko. Ok, Vegna húsaleigu til þeirra sem myndi segja slíka aðstóð þurfa. Svo þess annars þetta vísa í fólki, sko. Slíka aðstóð þurfa. flott. Mér finnst eitthvað skrítið þetta samt. Það skal við alveg einn og tegum. Tekjutengingum á skerðingu fjárhagslegra. Já, er það ekki? Á Erum við að nálgast Nei, heyrðu. Skerðingum fjárhagslegar húsnæðis aðstóðar. Já. Ég held bara að hitt leit mun betur út, það mun meira svona nýtt. Já, þetta En er bara- mjög svona skrýmslis setning, sko. En bara náði ekki yfir allt. Þetta nær yfir allt og kannski rúmlega það. Já. Þetta er yfir allt, en lítur einhvern veginn svolítið skringilega út. Dregið skal verulega úr eigna- og tekjutengingum og skerðingum fjárhagslegar aðstóðar. En þetta er náttúrulega í samræmi við annað sem að við Pírata. Við viljum að ef ykkur á ykkur réttindi að það sé ekki verið að skerða þau. Hvort sem að það eru þessar bætur eða ykkur aðra bætur eða annað. Það er svo rík tilhneiging hjá stjórnsýslunni að skerða og spara. Og á þinginu var ekki Björn Leví og man ekki hver var með fyrirspurnir um að fá sundurlega hvað kostar ef að þessi skerðing er afnumin og þessi og þá komið upp í 50 milljarða ári að ef að allar þessar skerðingar eru þau afnumdar þá myndi það að kosta ríkið 50 milljarða ári og fólk sem er í þeim aðstæðum að þurfa hinar og þessar bætur og fjárhagsaðstoð og slíkt myndu þá fá það óskert
með tilliti til annara tekna og Það var að tala til dæmis krónumóti krónuskerðingu. til dæmis, já. Og þarna bara komin tala á það hvað kostar að afnema skerðingar í íslensku þjóðfélagi sem að mismuna fólki eftir aðstæðum til þess að spara fyrir ríkiskassan. Hörðu, hvað með bara dregið skal úr skerðingum á fjárhagslegri aðstoð vegna húsaleigu. Þú færð ekki fjárhagslega aðstoð vegna húsaleigu nema samkvæmt einhverjum skilmerkjum. Þú veist, og þú veist, einhver ástæða til að vera að setja eigna- og tekjutengingar sérstaklega, þú veist, ég meina, ekki bara draga úr Allir draga sem úr eiga skerðingum. rétt á húsaleigubótum er í einhverju aðstöðu sem að setja þá Já. hérna. Já. Og það skiptir þá ekki máli hvort það er einstæð móðir, öryrki, Akkúrat. ellilífeyrisþegi, eða hvað eina. nýbúi, whatever. Já, þannig bara, og sko skerðingarnar, þú veist, þá þýðir þetta ekki þess að allir eigi að fá þetta. Það þýðir bara að draga úr skerðingum á aðstofuna til þeirra sem fá hana. Óháð því hvort að skerðingarnar eru vegna atvinnutekna eða eigna eða lífeyrissjóðstekna eða hvað eina. Og þetta segir ekki að það geti ekki verið einhverja skerðingar Nei, akkurat. af einhverjum ásökum. Já, akkurat sko. Ok. Dregið skal úr skerðingum Hvernig og finnst fjárhagslegri aðstoð vegna húsaleigubóta. Þetta er að besta hinga til þess að þetta væri skýrast. Bara einfalt sko. Já. Þetta næri yfir allt. Ok. Frábært. Og ákvæði í greinagerð sem að útskýrir þetta er svona þetta almennt að ríkið þarf að tryggja félagslega velferð þeirra sem minna mega sín. Hvort sem það er ólögráða einstaklingar fólk. Þannig að þessi góða setningin, hún nær svona yfir þennan lið meðal annars, bara mjög almennt. Það er engin önnur greinagerðar ákvæði þetta, nema þið viljið útskýra nánar. Teljið þörf á því? Nei, ég held að borgis ekki sko. Nei. Einhver unnar að kjörnu fulltrúarnir okkar geti unnið ágætlega með svona ákvæði, svona almennt. Já. Án þess að við séum að taka ómikið að dæmum og Það er allt í lagi að henda einhvern dæmi greinagerð sko. Það er svona meira til leiðsagnar og skýringa Já. en er ekki beinlínis bindandi sko. Við getum þá bætt í einn seinna ef andinn kemur yfir okkur. Einmitt. Þá er 11. Bjóða skal einstaklingum undir lögaldri að taka þátt í félags- og skólastarfi óháð fjárhag foreldra. Þetta er úr gamalli stefnu félagsleg réttindi og engin ástæða til að taka þetta út. Þetta eru væntanlega stór mál fyrir ýmsa aðila í samfélaginu. Sérstaklega börn fátækt fólk sem er í hættu á því að einangrast félagslega. Já. Og Alexandra fekk á síðasta fundi að breyta þessu frá því sem það var áður til þess að þetta yrði ekki til þess að fólk ætti sjálfkrafa réttindi á einhverjum eða tilkall til einhverja hugsanlegra réttinda. Heldur kæmi þetta bara til þegar að fólk þarf á að halda. Eitthvað svoleiðis. Var pælingin eitthvað, ef það er eitthvað félagsmiðstöð sem er eitthvað hei, setjum öll 1000 kall í pottinn og gerum eitthvað skemmtilegt. Já. En það var bara nei, við verðum að fá leyfi frá borginni til að gera það og það er svo við séum ekki að mismuna einhverjum einum. Við verðum að fá leyfi frá borginni til að gera þetta og ef einhver einn á ekki 1000 kallinn til að setja í pottinn og þá er bara í staðinn fólki í félagsmiðstöðum bara nennir ekki að díla við það hassle að vera með eitthvað svona hvernig er hægt að finna út hver og ekki efna 1000 kall eða eitthvað. Já, ég held að það var pælingin hjá henni. Já, þannig að þetta er niðurstaðan og ég held að þetta standi ágætlega bara. Það er ekkert mér sem ég mann eftir nema almennt ákvæði sem segir eins og þetta hérna að tryggja félagslega velferð þeirra sem minna mega sín í greinagerðinni og hvort að það dugi ekki bara í bili líka. Sem minna mega sín. Minna mega sín. Já, einmitt. Já, það getur verið að alls konar. Já. Þá er það síðasta ákvæði, tryggja skal öllu námsfólki 18 ára og eldri sem er í framhaldsskóla og
háskóla námi, hérna vantar bil, skilyrðislausa grunnframfærslu meðan á námi stendur. Námslán fyrir skólagjöldum og öðrum námsgögnum skuli vera aðgengileg á hagstæðum kjörum þeim sem þess kjósa. Þetta er úr stefnu stuðning við námsfólk og hún var í eitthvað 5 liðum eða fleiri. Þarna er búið að stytta það niður í 1 lið sem segir það að við viljum skilyrðislausa grunnframfærslu með framhalds- og háskólanámi yfir 18 ára á aldri, það sé að lögráða einstaklingar, og síðan er búið að aðskilja þetta eins og gerðist í hinni stefnunni að námslán fyrir einhverjum auka kostnaði, að við stefnum það því að það verði meðhöndlað þannig að það sé aðgengilegt en ekki nauðsynlegt, af því að það er ekkert allir sem vilja eða eiga að taka sér námslán. Fólk getur verið frjálst með það. Þá til dæmis felst þetta í því að kosturinn að sækja í háskólan í Reykjavík eða Háskóla Íslands, að í annan þarftu hugsanlega námslán af því að hann er dýrari, en fólk getur þá valið að fara í hinn og tekið sér lán til þess að greiða það upp, og það er þá bara einn ábyrgð og allt það sko. En allir sem vilja fara í framhaldsnám eiga að fá skilyrðislausa grunnframfærslu. Þetta er búið að vera stefna fyrir nokkur ár og heldur hér áfram. Hvað merkir þessi skilyrðislausa grunnframfærsla? Er það þá lán sem er tekið eða? Nei, grunnframfærsla. Þetta er eins og við vorum að tala við vorum að spjalla saman á borgaralaun. Ókeypis laun. Það er svo ókeypis framlag ríkisins. Þetta er ekki ókeypis, heldur er þetta réttindi. Já, réttindi, já. Þetta er réttindi á að fá grunnframfærsluna greidda meðan að fólk er að mennta sig og byggja upp eitthvað sem er samfélaginu í hag. Er vonast til að náist fram. Ég myndi að efnislega á móti þessu sjálfur, en ég myndi samt greiða hvað, sko, minnst að vera sérstakt debatt, sko, þannig að markmiðið hérna að vera svolítið að þétta og skýra stefnunni, þannig að ég myndi ekkert vera eitthvað, ég ætla ekkert að leggja til að við tökum þetta út hérna, sko, ég myndi vilja hafa það bara sér. Svo er einmitt hægt að hafa annan fund þar sem er farið í gegnum stefnuna og taka út ef að þessi verður samþykkt í þessu formi, ef þessi verður samþykkt í þessu formi, þá er miklu auðveldari í framhaldinu fyrir þá sem er vilja gagnrýna og breyta, að breyta þessari heldur en hinum 5. Þetta er þáttið stórt mál. Já. Þetta er það. Þetta er búið að vera í stefnunum okkar í mörg ár, sko. En ég til dæmis, þetta myndi hjálpa mér ótrúlega mikið. Þetta myndi hjálpa flestum. Ég að halda upp í kæristinu minni á meðan hún er í námi og það bara kostar mjög mikið. Það er erfitt að reka hana. Ég myndi þá vilja hafa þetta afturvirkt af því að ég lendi í helvits hrakföllum þegar ég var í námi. Til 1990. Það hafa ánægja þessu líka. Jú, hún er að vera búin. Þá er ég að fara í nám og þá ætlum við að skipta. Já, í raun og veru, það er bara umræðinni annars tíma. Já, við skulum en síðan kemur greinagerð fyrri stefnu námslán. Það er nánar réttinn til náms. Og þá er það ekki bara nokkuð beint úr þeirri stefnu, úr þeirri greinagerð. Jú, sko. Jú, ég laga eitthvað orðalag þannig bara á svona, bætt aðeins íslenskuna. Já. Það eru 2 búnir að lesa yfir þessa greinagerð og stefnu og laga prentvillur og svoleiðis, þannig að það er ágætt. Einsláttavillur og slíkt. Já, það er með síðast að draga eftir skerðingum námslána og námsstyrkja. Pössum bara þetta sé alveg í samræmi við námslána. Jú, þetta er alveg samræmi. En svo er samt eins og ég segi, það er ekki minnst oft á ellilífeyrisþega, mögulega aldrei, er það rétt, í þessum 12 punktum. Það er aldrei sett það, þú veist, þótt að helling á þessum punktum eiga við. Já, skert starfsgeta og örorka. Já. Það er ekki sjálfkrafa. Merkilegt þú segir þetta, þessum leyti, því að málið er þannig að ég er að basla í að skoða aðstöðu ellilífeyrisþega sem eru heilbrigðir út í bæ.
það er að segja þeir sem að geta séð sig sjálfum meira og minna, en þurfa á félagslegri þjónustu að halda að því leyti að geta sótt staði þar sem veitt félagsleg þjónusta, það getur keypt mat, getur stundað hobby, misjafnlega fjölbreytt eftir hvað staður það og þetta eru staðir vítt og breitt landið, en málið er það að þeir eru bara opnir til 4 á daginn yfirleitt, þessi staðir sem að veita þessa félagslegu þjónustu. Það er venjulega fólk sem býr í íbúðum tengda þessum félagsmiðstöðum, og svo má kalla það, og svo geta ellilífeyrisþegar út í bæ sótt þessa aðstöðu, og þetta er geysilega mikilvægt, ekki síst þessi félagslega hlið, að fólk eigi möguleika á að hitta annað fólk á þessum stöðum, helst til 8-9 á kvöldin. Með öðrum orðum, staðurinn er geysilega stór og mikill yfirleitt og allstaða eldhús og hægt að veita það ýmsa þjónustu, en það bara loka alltaf á daginn kl. 4. Og þá er ég að meina það að þá er fólk að nýta staðinn kannski, segjum að sumri til, þegar sólin er hægt á lofti kl. 1:30 og hanga inn í húsi til 4, svona til að nýta staðinn innan gæslappa. Og þessi staði sem ég hef farið inn á núna undanfarna mánuði og ár, þá er bara lítið mannin, ef svo má segja, þannig séð. En og auk þess þá eru þessi staðir lokaðir helgar, þannig að það er eins og þeir gleymi að fólk sem er orðið aldrað, að það þurfi ekki félagslega þjónustu helgar, sem veldur því ofta að það eru fjöldamargir einstaklingar, kallar og konur og svo hjón alltaf líka, sem að hafa áhuga hittast og eiga samskipti og stunda eitthvað svona hobby eða eitthvað og spila eða gera ýmsa hluti. Þessi aðstæða er ekkert nýtt. Það er bara að loka kl. 4 og manni finnst svo grandlegt að geta ekki átt stefnumót kl. 5 eða 6 eða 7 og helgar bara lokað. Og sennilega byggist þetta á því að starfsmennina frekar en þjónustu menn tíma ekki að nota vaktavinnu til að nýta húsnæðið. Þetta er ekki smá brot af þessum milljarða kostnaði sem liggur í bæði byggingunum og innbúi og öllu heila gallerínu. Og spítalarnir hvart undan því það er alltaf mikil ásókn og að fólki sem að er andlega í erfiðleikum og auðvitað er þetta svona erfiðleikar fyrir fólk sem að hangir heima hjá sér helgar. Það vil gjarna fara út og hitta fólk. Já. Skilurðu? Þannig að mér finnst þetta grátlegt að geta sparað kannski spítulunum mikinn kostnað með það að fólk nái að halda andlegu heilbrigði í lengri tíma og svo framvegis. Þetta er rosalega einkennilegt. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að sveitafélögin en við er ábyrgð sveitafélagana, mér að minna. Já, mér er sagt, ekki að reka velferðarstöðvar mér er sagt að ég tala nú við bæjarstjóra í Garðabæ og Hafnarfirði að þetta tengist líka ríkinu fjárframlagið í þessa staði. Ég veit ekkert nákvæmlega það, skilur, en þetta er ótrúlegt að hann eru þúsundir, meira, kannski þúsundir manna út í bæ, hérna á Stór-Reykjavíkursvæðinu sem að þurfa á félagslegri aðstöðu að halda með samskiptum við annað fólk, að það er lokað. Á Suðurnesjum, þar settum við það í stefnu Pírata fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar. Það var eiginlega af því að ég hafði séð þessa hluti út í Finnlandi,
að sveitafélög og bæjarfélög voru mörg hver með mismunandi náttúrulega en með góða þjónustu einmitt á þessum með, ekki bara fyrir eldri borgara og öryrkja, heldur fyrir alla. Ég veit Það var bara opið smíðaverkstæði fyrir alla íbúa ég veit að sem gáttu komið og gert það sem þurftu, verið með félagskap og ég er ekki að blanda þessu saman við félagsstarfsemi alls fólks í landinu. Það geta allir sótt þetta sem er fyrir hendi í félagsþjónustu fyrir yfir línuna sko. Ég veit eiginlega ekki hvernig svo starfsemi, hvort hún er öðruvísi en þessi sem ég er að tala um. Ef hún er alveg eins, þá er hún léleg. En ég er bara sérstaklega að tala um aldraða, skilur þú. En við erum hérna með í 8. lið að bjóða upp á félagslega þjónustu við hæfi. Eða skerpa eitthvað á því? Eða setja eitthvað í greinargerð eins og ég veit ekki hvað þið viljið sko, en ég myndi segja að það þurfa að hamra á þessu við sveitarfélögin að gera eitthvað í málunum. Hvort að þið viljið setja eitthvað inn sérstaklega um þetta ef þið teljið það til hagsbóta fyrir systemið, kerfið, þá gerir þið það auðvitað, en ég er ekkert að fara fram á neitt sérstakt þannig. Heldur kannski kalla þetta leiðum hvernig á að laga þetta. Sko mér þetta mjög áhugavert að setja stefnu, ekki endilega sérstefnu, heldur bara gera breytingar á þessari sem tæki bara almennt meðvitað mið af stöðu eldra fólks. Þú veist, ekki bara hvað þetta varðar, heldur líka bara, þú veist, bara afþreyingarkosti og, þú veist, allskyns aðbúnað og atvinnutækifæri. Mér finnst það bara skrítið að nýta þetta ekki. Þetta er ótrúlegt nánast. Það er mikil sóun í gangi gagnvart. Það er rosalegt að horfa upp á þetta. Ég hef ekki þurft á þess að halda sjálfur beint. Kona mín lést fyrir 2 árum og einhvern veginn, ég hef ekki þurft á þess að halda beint sjálfur. En mér finnst ég kannski þurfa það núna. Ég er að verða 87 núna í loks mánuði ársins. En ég myndi gjarnan þykja auðvitað þessa aðstoð. En það eru miklu fleiri en ég sem þurfa að halda miklu frekar. Ég er alveg viss um það eru flesti sem þurfa á því meira að halda en ég. Ég vil geta sagt við þig, ef við hittast má bjóða þér í kaffi eða eitthvað hlutis. Klukkan 6 eða í smá súpu klukkan 7. Maður þarf að fara á IKEA til að fá eitthvað svona að borða, eitthvað ódýrt. Sko það er voðalega fámennt sem að, mikið fámenni sem er að veita þjónustu á þessum stöðum. Mjög fámennt, alveg ótrúlega. Og þegar ég kem inn á þessa staði þá stundum enginn inni. Sko, ég hugsa að ástæðan fyrir fámenninu sé stafi af því að þetta er svo lítið rými í tíma sem verður að bjóða upp á. Ef að þú ætlar að halda betri heilsu þá viltu vera út miðjan daginn. Ekki rétt? Þegar sólin er hæst á lofti og þægilegast að vera úti. Það er spurning hvort við henda eitthvað inn. Sko. Ég er að pæla hvort það bara nýr liður þess vegna sem tala bara að en þetta er svona ávið svo marga aðra þannig að maður tekur bara ellilífeyrisþega þegar þá kannski er maður að kasta út hinum. En fatlaði geta líka auðvitað. Já, eldri borgarar eru auðlind sem ætti að rækta og Sko við erum alltaf með, sko NPA er hugsað fyrir öryrkja til þess að rjúfa félagslega og leyfa þeim að stjórna sínu lífi og gera það á sínum eigin forsendum. Kannski þurfum við bara að auka lið, ég vil bara beint fyrir neðan NPA-liðin, þú veist, sem er sko stuðla skal að bættum tækifærum eldri borgara til þess að til afþreyingar og
Til, já, félagslegra þáttöku. Nýta sér þá aðstöðu sem þegar fyrir hendi. Já, það felst það svolítið í sér, sko. Já, félagslega þáttöku gæti... Félagslegra þáttöku og... Ég veit til dæmis að bara í svona litlum sjávarþorpum og svoleiðis, þá eru eldri borgarar þeir hanga bara niður á höfn. Og þá það í rauninu bara orðin svona svolítið félagsmiðstöð. Það er bara í beitingaskúr að fá sér kaffi og kannski hjálpa til að setja eitthvað borð eða eitthvað. Meiðinkenni naktur í konu að spinna. Þannig þá þetta, það er opið alltaf. Það er bara alltaf lifandi dót út á höfn. Sko, nýtingar aðstöðu, það vera svolítið svona útfærslu, eða það vera svona útfærsladrið, sko. Þetta er ótrúlega. Og sjálfseflingar. Komum bara félagslegra þáttöku. Og sjálfseflingar. Og sjálfseflingar, já. Bara grunnstefnu hugmynd, sko. Já. Morgandi félagslegra þáttöku og sjálfseflingar. Mér finnst þetta fallegt. Vildur þú kasta þessu frekar fyrir aftan MBA? Svo kröfuharður, já, ég skal gera það. Ef það lítur betur út þar, það ekki alveg kannski strax. Þetta er alltaf hugsað þannig, sko, það er svo rosalega merkilegt að helgum er sleppt. Ég hef tendens til að segja að, sko, að þetta sé hluti af sjúkrahúsakerfinu, grúlir, sko. Að reyna að halda lífinu almennilega í fólki, hvort það er andlega líkamlega. Það alltaf fyrir mjög í hendur, andlegt og líkamlegt. Já, ég segi það. Ef það andlega er ekki fyrir hendi, þá veit ég ekki hvar þú hefur það líkamlega. Nei. Ég hef nefnilega, já, einhverjir ömmur og afar hafa farið í gegnum elliheimiliskerfi sem eru núna kallað þjónustustofnanir og alls konar fögrum nöfnum. Hræðilegar stofnanir. En hræðilega stofnanir, ég sé bara að því að aðgerðarleysið og útilokunin, innilokunin, er í rauninni bara hræðileg. Ég var á Grund í 6 ár, frá því hætti ég fyrir 2,5 ári, þegar kona minn lést, og var í 6 ár og var á Grund alla daga, 5 tíma daga meðaldali, alla daga vikunar. Svo ég þekki vel til mála, mjög vel til mála. Ég þekki það bara af því að fara í heimsóknir og mér fannst þetta alltaf af því að leið og þú lokar eitthvað svona af sem er búinn að taka þátt í samfélaginu, þá missir hann allan kontakt og alla getur til að hugsa sjálfstætt og svo líka annað, það er ekki fólki sem stjórnar þessu stöðum er mjög erfitt, ég er alltaf ekki að fara í þá svona, en ég tek eftir því þarna að aðstandendur eru mjög lélegir. Aðstandendur eru mjög lélegir. Ég veit ekki hvort að... Og það eru margar hugmyndir sem maður hefur séð sameina barnaskóla og eldri borgaraþjónustumiðstöðvar og hafa dýra umgengni og hitt og þetta, sko, sem að viðheldur þá einhvers konar sjálfsvirðingu hjá fólkinu sem er þá komið en getur ekki séð sig sjálft á eigin heimili, sko. Til dæmis er svo skrítið og þetta er rosalega vont, til dæmis að morgunstund til dæmis alltaf og það boðið það til gestum til að spila músík og svona og það er ótrúlegt hávæðin er stundum svo mikið að það bara geðveiki, sko. Það er náttúrulega magnara system yfirleitt hvort það er gítar eða eitthvað söngur, það er bara magnara system og það er ekki allir sem geta slökkt á heyrnartækjunum? Nei, þetta er alveg rosalegt, þið trúið sig. Alveg rosalegt. Þannig kom einn ný hugmynd inn í og ef allir á fundunum eru sáttir við það, þá bara ég er sáttur við þetta, það að standa. En ég var alveg til í að setja upp einhvers konar greinagerð við þetta. Já, ég var líka að velta þið fyrir mér. Hvernig sambandi við að hafa opið helgar og svoleiðis. Já, til dæmis að hafa opið helgar líka. Þetta er svo, skólafólk getur verið hérna og þetta ágetur og kostar mikið. En það getur líka verið, sko, eins og þú talaðir svona smiðjur, þar sem verið að
að gera eitthvað, að búa eitthvað til, það er bara eitthvað Á lítið. Vitatorgi einna mest af svona handavinnum. Já. Það er smíðar og það er glerinnar og svo eru konur hérna með prjónaskap og ýmislegt. En þetta er mismunandi milli staða, stundum eru fáargreinar og svo framvegis. Menn ég geta kannski málað líka með oljumálað eða vatnslítamálað eitthvað svona. Og já, svo íþróttir og það er alveg helling. Það er ýmislegt. Það er lítið þetta sko almennt. Þetta er voðalega lítið fjölbreytt, finnst mér. En það er alveg rétt að hérna ef einhver hefur áhuga á því að halda því uppi hérna, það væri alveg hægt að breyta Tortuga í litla félagsmiðstöð fyrir eldri fólk að bara, þú veist, alla þriðjudaga klukkan þetta eða eitthvað og vera bara með smá prógram alltaf í boði Pírata. Það væri alveg hægt, hvort það væri handavinna eða hvað. Já. Við vorum með prjónakaffi líka. Jú. Og þá komið fólk bara með eitthvað handavinna og það datt samt niður. Það er þetta á sunnudögum alltaf. En þú var talað líka helgar, þannig gæti við haft þetta sunnudögum. Það er eiginlega engin fundir hérna á sunnudögum. Já. Mér finnst nýtingin á þessu húsnæði vera ótrúleg. En Það koma á Facebook í skilabóðum núna. já, það er eitthvað sem hefur mikið áhuga á að halda því uppi. Já, þannig að hvernig viljið þið orða þá í greinagerð? Svona, ég er með ykkur að tilhauð hérna, huga þarf á félagslegum þörfum eldri borgara og slíkt má gera á margvíslegan máta, til dæmis með lengri opnun félagsmiðstöða, frekari úrræðum til afþreyingar. Ég væri til í að hafa einhvað texta að það þarf að breyta hugafæri fólks að hugsa eldri borgara frekar sem auðlind heldur byrði. Já. Auðlind er svolítið hætturinn, þannig að það getur virkað ópersónulegt. En hvað annað orð sem væri betra? Styrk? Mannauð. En hérna myndum við skilja þetta helgar líka þegar maður talar þessi mál. Það er alltaf hugsað þannig sko. Allir í frí helgar. Þetta er meira eins og sjúkrastofnanir innan gæsalappa, myndi ég segja. Þetta hjálpar spítölunum ágang á spítalana ef þú þjónar fólki sem er út í bæ, félagslega. Það er andleg vandamál, alveg geysilega mikið að mínum mati. Þó ég geti haft mína hendur sem er raunverulega eins og til dæmis að vera hérna, þá myndi ég sakna þess að þetta skulle ekki verið í lagi, þessi staði. Já. Það eru margir sem eru ábyggilega alveg rosalega illa farnir heima hjá sér. Einstaklingar, handlega. Það stingur upp á hugtakinu félagslega alþjónusta. It just blew my mind, man. Þetta nýtt að þetta fullst. Það er ekki skilið það orð. Nei, alþjónusta er eitthvað sem Póstur og Sími notar og er að koma í orkupakka núna. Já. Ég er svolítið, þegar afi minn, hann var komið með Alzheimer og var svolítið faðinn. Og þú ert í streymi. Já, en amma var alltaf með hann og hélt honum alltaf á ferðinni og eitthvað neginn. Hélt honum alltaf gangandi. Já. Og strax svo hún fellur frá, þá sér maður hvernig hann rýrnar alveg. Já. Bara á svona 2 árum. Já. Er hann eiginlega bara alveg orðin ný önnur manneskja. Fólk hefur ekki skilið það, áttar sig ekki á því að Alzheimer sjúklingar þurfa mikla aðhlynningu félagslega.
því menn halda bara að þeir séu bara átt. Og ég fekk nú aldeilis ræður hjá menntuðu starfsfólki innan Gæsluvarpa á Grund að ég ætti ekki að eyða tíma mínum í þetta. Kona var með Alzheimer. Þú varst í svona sjálfboðaliða hlutverki, Ég upphaflega var mér vel tekið og mér var sagt að ég mætti haga mér eins og heima, ég væri mitt annað heimili. En ég var innan skamms tíma, leið einhver smá tími, það var ég ekki vel þokkaður. Ég reyndi að hjálpa til og spara mikið starfsfólks. Ég bara var virkað eins og starfsmann, raun og veru. Þannig að þeir hefðu átt að vera ánægð með það, en það var ekki. Að efla á hvaða máta sem mögulegt er. Efla eftir fremsta megni. Þetta er alveg ótrúlegt hvað lítið er hugsað þetta. Þá er það bara alls konar hlutir þar undir. Afþreyinga möguleika eldri borgara ber einnig að efla eftir fremsta megni. Mér dætti líka í huga að það mætti taka, skoða hvað hefur vel tekist annar staðar. Eins og þetta með að leyfa dýrahald og blanda saman tómstundamiðstöðum fyrir yngra fólk, nú eða barna, alls konar hugmyndu, við þurfum kannski ekki að nefna þær sérstaklega, en það er mjög mikið af tilraunum og hugmyndum og pælingum sem að hafa virðast hafa gefist vel. Það hafa komið hérna náttúrulega fólk með litla hunda og svona. Nei, og þá er það í rauninni einhvers staðar hefur maður séð bara á YouTube og svoleiðis, gæludýrahald eða dýrahald. Sjáum hænurnar á morgnana og Alzheimer sjúkdóminn gætu nú gleymt því en ekki hinnir. Draga ber úr íþyngjandi regluverki, þetta er rosalega iðnaðarlegt. Draga ber úr Mér finnst þetta samt líka við munka og svoleiðis. Þarfir þessara eldri borgara, þær eru helgar líka. Já, klálega. Það vantar alltaf inn í. Ég er alltaf að hamra á því. En já, ég er að starfa þarna munkaklaustur og svoleiðis. Þá haldast eldra fólk í rauninni. Mjög virkar út að þetta er í rauninni, munkaklaustur í rauninni bara félagsmiðstöð. Það er félagsmiðstöð sem er í gangi allan tíman. Og á miðöldum jafnvel voru elsta fólki þarna í munkaklaustrum sem hélst félagslega virt allan tíman. Þetta er stór vandamál á mínum mati. Ég er náttúrulega ekki gert eina statistik í stóru stíl á þessu en og þörfum. Þetta er bara ágiskun hjá mér. Þá verður þetta hérna út. Þetta er ekki. Get ekki samt þetta til. Það eru 1000. Ég geta sjálfur Öryrkjar yfir 67 ára eru þeir orðnir 40.000. Það eru undir. Ég bara þekki þig. Það er innbyggi. Erum við sáttir við svona greinargerð varðandi þennan? Huga þarf að félagslegum þörfum eldri borgara. Slíkt má gera með margvíslegum hætti, til dæmis með því að opnunartímar félagsmiðstöðva taki mið af raunaðstæðum og þörfum eldri borgara en miði ekki einungis við hefðbundin vinnutíma starfsfólks. Afþreyingarmöguleika eldri borgara ber einnig að efla eftir fremsta megni. Draga skal úr takmörkunum á frelsi eldri borgara til að njóta lífsins á eigin forsendum. Það er ekki bara gert. Það er rosalega flott. Ljómandi. Þetta er mjög góð byrjun, svo má skerpa á þessu og setna mér nú eða koma þessu bara í lög, drífið. Já, skellis í stjórnarskrá, fokkið. Jæja, þá erum við búin að fara yfir stefnuna og greinargerðina og þetta er veruleg úrbót frá því að við kláruðum síðast, þar sem að greinargerðin sérstaklega var bara í mýflugumynd og vísað út í móa til að lesa sér frekar til Nú er þetta allt komið inn í þessa stefnu og viljið þið ræða eitthvað frekar eða ég bara að greiða atkvæði með þetta að fara í vefkostningakerfi? Bara skellis inn. Þetta er kurteislega orðað þarna sko. Menn verða giski eyðurnar auðvitað. Það er meint með því hefðbundnu vinnutíma starfsfólks sko. Ef ég verð að skrifa þetta einn þá myndi ég ekki hika við að setja sko
helgar líka og Já, en markmiðið sko, þú veist, ég Já. meina fólk Já. þarf félagslíf helgar, já, það þarf félagslíf kvöld. stendur það. Ekki Já, beinlínis stendur helgar, en ekki. það bara taka mið af raun aðstæðum og þörfum eldri borgara. Já, Sem er, þú veist, ekki, maður er, þú veist, Ef að bæta við dagvinnutíma? Nei, ég held að þetta skiljist að það er þarna einhver þörf. Mér finnst það ágætt reyndar, einungis við hefðbundin dagvinnutíma starfsfólks. er það ekki svona frekar, Það skýra það, sko. er ekki hérna hægt að það sé þörf fyrir hérna félagslega aðstöðu alla daga vikunnar. Nei, ég segi En svona. það er þetta kemur, Miði ekki hefðbundin. einungis við hefðbundin þörfum eldri borgara. Mm. Ég sé, 8 tíma er það miði. Það er allt- Hefðbundin. Starfsfólk 5 vikunar. það er allt virkir dagar hjá eldri. Já, en það er að segja, Já, akkurat. Þá erum við komið með helgarnar inn í. Já. Þó við nefnum það ekki sérstaklega, þá erum við að skjóta svolítið á þess að maður hefur líka orðið var við þetta skilur í öðru, ekkert endilega varandi eldri borgara, heldur varandi opnunatíma sundlauga og íþróttahúsi. Já, Stundum eru sumrin orðin svona skotleifi bara á loköllu já, klukkan 6, Já, þá alveg er ég rétt. að koma úr vinnunni og Það er kemst rétt. ekki í sund. Já, já. Ég meina bara, það er rétt. það eru ýmsar skerðingar sem að miðast við dagvinnutíma Já, starfsmanna. Sko. Mér finnst þetta mjög gott. En miði ekki einungis við hefðbundin dagvinnutíma Já. starfsfólks 5 daga vikunar. sko spítalinn hafa verið að kvarta svo mikið undan þessu að þeir fái svo mikið af vandamálum. Af því að það er ekkert annað í boði. Já, af því að fólk er í það er bara veikjast meir og meir Já. andlega. Það veikist hraðar andlega vegna skorts á félagslega aðstöðu. Það er alveg augljóst. Og auðvitað við það að vera með opið lengur og helgar, þá verður meirun hreyfingu hjá fólki líka. Það sparast miklu peningar hjá spítalunum við þetta líka. Þannig að ég er alveg vissum að þetta er stór bróður fyrir þjóðfélagið. Klálega. Nettó. Eigum við að drífa bara í, það er svona, ég veit ekki hvort við mættu á svona félagsfundi áður sem við erum að tala um stefnur, að við þurfum að vera með handauppréttingu að þetta megi núna fara í vefkosningakerfi þar sem að allir píratar fá að kjósa hvort þetta verður stefni pírata eða ekki. Þannig að ég ætla að biðja ykkur núna, þeir sem eru meðmæltir að þetta fari í vefkosningakerfi, það er rétt upp hent. Það er alveg. Það eru Allir allir viðstaddir. við þetta. Og er ykkur á móti? Greinilega ekki. Það er engin viðstaddur sem að getur verið á móti. Þá er þetta samþykkt og ég setja það í fundargerð. Já. Og síðan lendir það væntanlega á þér að komast inn í kosningakerfið. Já, Því ég ætla að Erla er í veikindafrí. Já, ég snýði þetta, já, ég ætla að láta hann gera eitthvað sem er. Já. Þannig að það þarf að breyta sér markdown og já, gera Já. snið þannig að passi. Það er náttúrulega til gamli textin, þannig að þú getur nota markdown úr því og bætt. Já, Já, þú sko, minnst að þið eru búin að breyta sér eitthvað aðeins, síðan ég skoða það, þá tek ég þetta frekar og umbreytið eftir. Ég er Já. eitthvað stund af því, sko. Það eru flýti aðferðir til þess. Og hérna, já, ég er bara mjög fljótur að vinna með texta. Stórfínt. Þá erum við komið með stefnu í vefkosningu, fljótlega. Já, þetta tútu það hjá mér. Setja inn félagslega. Og svo höldum við áfram bara mjög fljótlega með fleiri stefnur sem að er búið að undirbúa í pakka og við lærum af því að það þarf má ekki stytta greinagerðina of mikið og vísa í eitthvað út í loftið að þær þurfa að vera með gamla greinagerðinar eða allavega já, það þarf að vera betur unnið í greinagerðan greinilega og já, ég veit ekki hvað eru næst Nei, en ef þetta kemst í gegn þá er ég bara mjög ánægður. Já, og svo erum við að vinna í nýrri stefnu velferð dýra og það mun ekki rýmast inn í neinni af þessum pakkastefnum sem voru búin að vera að taka saman, þannig að Má ég spila inn í? gjör svo vel. Mér vantað að félagslegt húsnæði á vegum Reykjavíkurborgar leyfi gæludýr. Já,
það er algjör bannstefna. Þeir hafa gert marga góða hluti í Píratar akkur með að leyfa í strætó, núna veitingahús og bari. Alveg bara æðislegt hvað bara Reykjavík orðið bara vinnuleika ákvæmt hundum, en mér finnst þetta bara ákveð lífsgæði að geta verið með gæludýr og eins og þá er þetta bannað í félagslegu húsnæði. Mér finnst að þetta ætti að vera á stefnuskrá Pírata að breyta þessu. Myndi þetta vera félagslegri velferð? Nei, þetta kemur þá kannski inn í velferð dýra. Nei, ekki þeirra. Og þeir bara spyrja eina því hvort það sé. Fjandinn Það hefur verið þannig, en það er samt Ég veit ef þú segir það sem í hvaða stefnu myndi þetta fara? Þetta ætti að koma í þessa stefnu sem við vorum að klára. Er það? Já. Ef þú ert nú heiðarlegur að segja Ég skil. og það liggur stefnan. Já. Ég veit ekki hvort þetta myndi fara í þessa stefnu. Við vorum með aðra stefnu húsnæðismála ef mann rétt. Það getur verið þarinn. Já, við langar svolítið að við klára. Já, Það er verið búin að klára þetta, þannig að það myndi ekki vera Ég byrst ásökun mig. Nei, ég meina, Þetta þetta hefði er mátt fundarins koma fyrr, sko. Já, ég segi, ég kannski komið á röngu tímapunkti, en Kom mér 5 mínútum langaði of að seint. nefna þetta. Mér langaði að nefna þetta. Ég veit ekki hvort þetta myndi verið í þessari stefnu eða húsnæðisstefnu eða dýravelferðarstefnu. Þetta hefur með þessari stefnu, mér spyrir að, sko í reyndar, er þetta ekki líka sveitarstjórnar issue? Er ekki sveitarstjórnum sem ákvæða? Þetta er sveitarstjórn. Já, stefnurnar okkar taka eiginlega ekki alveg tillit til þess hver á að koma því í framkvæmd, Nei, sveitarstjórnir eða alþingi, sko. Þetta er ekki alþingi, þetta er sveitarstjórn. Þetta er borgarstjórn eða það sveitafélag sem er í... Eigum við ekki bara að slúta fundinum og streyminu Jú. Þakka fyrir okkur. Ég er með dánættum. Bennasund. Maður helst að vera fyrst og hæð og Ég skal segja, það er svo minni læti í Bennasund heldur en Ég reyna að finna hvort það var hérna.